Svo fáum við að heyra vígsluræðu Fíladelfíu-hússins og hana flytur forstöðumaðurinn Ásmundur Eiríksson. Gjörðu svo vel. En Drottinn sagði föður minn, gjörðu þú og ásettu þér að reisa hús í nafni mínu. Meistarinn segir við þig, farið herbergi þar sem ég vil leika Drottinn hans í vel lærisvegi mínu. Þakka þér frelsaðinn og Drottinn. Fyrst fyrir það að þú vant í þennan heim og ráðstofnum Guðs föður okkar. Þess að vera vegurinn saman frá lífið fyrir alla þá sem kynsing koma, alla þá sem ákvæmur lastir, alla þá sem snúa við frá hennum breyna veginn og hinnandi í jóla, sem vexana þig, til þess að það móti hjálpaði þínu sem voru gafrið á okkur annað með dauða þínu og krossinum og staðfestaði uppristu þínu frá dauði. Fyrst af öllu þökkum við þér fyrir þetta. Svo þökkum við þér í dag, Drottinn minn, að þú lofar okkur að eiga þennan dag fyrir augliti þínu. Þetta er dagurinn sem Drottinn hefur gert og búið að minna á. Og þannig það fyrir hugsjónum okkar, í reynslu okkar herrar, til vogar okkar og þakklæti til þín á þessari stundu. Það takk fyrir allt því frelsari vor, sem gafst okkur nátt og vilja halda áfram og málmarkinu sem þeim gert fyrir þína óendanlegu hjálp og nátt sem opinberast augum okkar allra í dag. Þakkaðu frelsari minni og taka mótið þakkaðu okkur allra sem safnar, vina og drottningur, allar sem þekkjum þitt nafn. Amen. En Drottinn sagði í dag, föður minn, vel gjörðu þú að þú ásettir þér að reisa hús í nafni mínu. Það er fullvaxinn sonur sem segir þessi orð og minnist með orðunum föður síns er dáið. Það er gott þegar tíðarsonur minnist föður síns á þennan veg og heilsar börnum, sonum og dætrum sem minnast þann veg sinna foreldra eins og hér segir. Og hér er enginn venjulegur maður á ferð, ekki meðanmaður, það er maður sem ber höfuð og herðaði allra líf, að visku, að þekkingu og líklega glæsileg líka, það segir ykningin hann. En þegar hann stendur á þeim stóra degi, frammi fyrir því að vígja Drottni, það mikla húsum hefur verið talið hið mesta Guðshús sem nokkru sinni hefur verið byggt, algóðum Guði á hægrum uppi. Það sleppum við först minnist hann. Hann minnist þess að Guð sem að húsið skal byggt. Hann hafði birst föður sínum og talað við hann þessum orðum sem ég las. En Drottinn sagði við Davíð, föður minn, vel gjörðu þú að þú ásettir þér að reisa hús í nafni mínu. Við veitum í aðtöku þegar við lesum vígsluræðin sem að flyttu við þetta tækifæri Salómon, hann vitnar æ ofan í æ í þessum faðir hans hafði sagt honum frá þekkingu hans á Guði, frá því hvernig Guð opinberaðist honum, hvernig faðirinn braut æ ofan í æ glað í reynslu sinni við opinberin, nýja opinberin frá lifanda Guði. Og svo segir hér, eins og ég las áðan, og má bæta þessu líf, þar sem hann segir þetta þá minningu sem hann átti föður sinn. Drottinn Guð Ísraels, enginn Guð er sem þú og himni eða jörðu, þú sem heldur sáttmálann og miskun semina að þjóna þína, á að ganga fyrir augliti þínu að öllu hjarta sínu. Þú hefur haldið það við þjón þinn Davíð föður minn, en þú hélt honum og talaði það með munni þínum og efndir það með hendi þinni eins og nú fram komið. Þannig
hægt að fara í gegnum þessa kafla sem lúta að því að lýsa vísnu hins mikla Guðshús. Hann hverfur æ ofan í æ til þeirra staðreyndar Guð birtist föður mínum Davíð. Og þetta gullgildi og besti heimanafur sem nokkur sonur tekur með sig út í lífið, að hann veit og hefur þekkingu af því að faðirinn, kannski móðurinn líka, gegnir Guði. Ritningi hefur líka mörg orð það, hvernig Davíð var Guði velþóknanlegur, hvernig hann leitaði hans og vildi á vegum hans ganga og til staðfesti þetta stöðuglega í lífi föðurins. Það segir hér fyrir Jeremías spámann með þessum orðum sem ég les 26, 23, 23. Er þá Guð aðeins í nánd? Er ég þá aðeins Guð í nánd, segir Drottinn, og ekki Guð í fjarlægð. Þessi orð spanna jafnt nútíð og framtíð í rúmi og tíma. Og hér segir Guð sjálfur minn spáma síns, er ég þá aðeins Guð í nánd en ekki Guð í fjarlægð. Það getur glatt okkur í dag að vera fullviss það úrfélag og velþóknanlegt Guði einu sinni fyrir öldum og þúsundum árum síðan að maður vaknaði upp fyrir þeirri staðreynd að Guð hefði talað til hans að hann geti reist á nafni hans hús og svo framkvæmdi hann þetta og Guð lýsti velþóknun sinni yfir framkvæmdinni, yfir byggingunni, yfir vígsmunni. Guð ekki sá Guð að niðrist, hann sjálfur hann. Nei, hann sami aldir alda eilíf. Og það sem var honum velþóknanlegt á dögum Davíðs, það líka velþóknanlegt á dögum okkar og verður svo í ókomna framtíð, svo fremi að við höfum sama hjartalag sem Davíð átti votningu fyrir Guðs nafni, hinstminnstu þörf fyrir hans nafni og vildu finna hans hjálp og ganga á hans vegum. Þess vegna vinir mínir, leyfið mér á þessari stundum að bera þessa kveðju fram eins og skilaboð frá þeim Drottni hverjum þetta hús byggt. Og ég segi við þig, hinn algenga meðlim í þessum söfnuði sem hefur lagt fram krafta þína, fórnir þínar á stundum að við getum náð þessu makti sem náð er. Ég endur til orðum og segi, þú gerður vel, en þú ásettir hér að byggja reisa hús nafni mínu, segir Drottinn. Það til hins ónefnda meðlims, til ónefndu systur í þessum söfnuði sem styrkti stöðulega með reglubundnum fórnum, hans sjóð sem stóð á bakvið og stendur á bakvið þessa framkvæmd sem við sjáum nú hafa náð sínum fullkomleika hér í dag. Það er til ekkunar gamalmennisins þessi orðsögn, skólapissins og skólastúlkunar, líka til hans sem skrifaði skólapjakkan og ég gleym ekki góðvinum okkar sem ekki í þessum söfnum en standa fyrir utan okkur en trúa samar Guð og vil hafa mætt honum sem lifandi frelsara sínum, lifandi raunveruleika eins og Davíð gerði sem fékk þessar yfirlýsingar sínum frá Guði að hann gerði vel þegar hann ásetti sér að reisa hús nafni Drottins. Og hún til ótal, þessi orð, hún til ótal margra annara. Ég sendi ykkur öllum saman persónulega og ykkur líka í heild þessi blessuðu dásamlegu orðadag sem þarfum Davíð Drottinn sjálfur. En Drottinn sagði við Davíð föður minn, velgjörðu þú ef þú ásettir þér að reisa hús nafni mínu. Takið við þessum orðum á þessari stundu frá þessum stað, eins og væri Drottinn sjálfur sem hefði talað við ykkur og það gerir hann í gegnum þetta orð sem við hér hefur lesið. Ég vildi líka þessari stundu minnast margra annara, þeirra sem hafa unnið að verkinu, framkvæmdu þess, fagmannanum öllum en það er ekki mögulegt að minnast þeirra allra með nöfnum.
Þess vegna dragi það saman og minnist með þakklæti arkitektsins af húsinu sem var Þór Sandholt og sömuleiðis þeim unga efnilega arkitekt sem var arkitekt af innbyggingunni sem Gunnar Þorsteinsson. Gunnarsson, það var sem Þorsteinn Gunnarsson. Hafið þeir og allir hinir, fagmennina á öllum sviðum, hafið allir Kjartans þögn mína persónulega og Kjartans þögn safnaðarins, Víðurbækur safnaðarins. Og svo allir saman sem hafa að einhverju leyti komið hér til sögu, ég býð Drottin að blessa ykkur alla saman og öll sömund og okkur fyrir auðvitað í dag. Ég las líka orð frá Lúkasar guðspjalli svo hljóðandi. Meistarinn, Jesús segir, meistarinn segir við þig, hvar herbergið þar sem ég megi neyta páska landsins með lærisveinum mínum að ráðast að bætt við á því líf. Ef ég mætti eiga mér ósk á þessum heilla degi sem svo mikið fyrir mér að standa hér við þessar kringumstæður frá þessum fólksfjölda í þessu húsi. Ef ég ætti mér ósk, þá vildi ég að hljóðan hennar var eitthvað á þessa leið. Ég vildi að þetta hús, þessi salur sem við nú dveljum í, hann mætti verða þar sem segir í dæmisögunni í Mattheusar guðspjalli 13. kaflanum netið sem var fleitt í skóginn og fylltist af fisk af öllum tegundum. Það því innilegasta, dýrsta ósk í dag að það mætti verða. Ég vildi að þetta hús mætti verða báturinn sem var við ströndina, laus og frelsarinn sjálfur gekk út í til kafa til fólks fjöldans sem var á ströndinni. Ég vildi að þetta hús yrði sá litli bátur, sá höndlunar bátur fyrir almáttugur hönd Guðs í náð, sem ungrétti því aldrei nokkru sinni á mannlegri strönd tímans, að eins margir friðlausi staðir og spurtum veg, spurtum ljóð, spurtum sannleika, spurtum hjálpræði. Aldrei nokkru sinni hafa eins margir heim allan verið stríðvana í heimi þessu. Þess vegna ber ég þessu ósk fram með fullri lotningu og gefur lotningu og þakklæti til frelsara míns og að það mætti svo verða. Og í þriðja nætt, ég vildi að samurinn okkar. Þá er ég fyrst og fremst til Víðurbækur safnaðarins. Ég vildi að hann mætti verða herbergi til frelsarinn sjálfur. Spilum. Það verður íhugunarvert að bæði komið frelsarans í þennan heim og burt för hans af þessum heimi. Að finna þess stað í heilu orði Guðs, hann biður í báðum kringumstæðunum herbergi. Hann bað herbergi eða forsvarsmenn hans, foreldrarnir, þar sé móðurinn og fósturfaðirinn sem myndi verða, þau báðum herbergi fyrir Guðs son þegar var á koma. En það byrjuð gerða, hann fékk ekki þetta herbergi sem hann baðum, nema ef við segjum með öðrum orðum, þegar mennir lokuðu herberginu sem hann baðum og opnaði, ég segi lambið. Það hafði sína sögur gegnum aldirnar frá því að menn syngu í þessum heimi lambið, hvílíks daga, hvílíkur þáttur það sem Guðs lambið. Á gegnum allar aldirnar hanga til Guðs lambið í fylging tíma sér raunverulega, Guðs lamb kom og birti. Það var því ekki undarlegt í mínum augum að þegar mennirnir lokuðu dyrunum þá var það lambið, já lambhúsið út í haganum, eða í jaðri borgarinnar þar sem hann fæddist, það opnaði húsið í sonum. Guð gef okkur lærdóm af þessu. Og svo þegar hann að fara út af
sama heimi sem hann kom inn í fyrir rúmum 30 árum, þá var segja, ábyrður hann aftur herbergi og segir þessu orð sem ég las hér. Meistarinn segir við þig, hvar herbergið þar sem ég megi neyta páskalamsins með lærisveinum mínum á eigin líf? Spurningin persónuleg, það stendur greinilega eins og las. Meistarinn segir við þig. Meistarinn segir við þig. Hann segir það við mig, hann segir við þig. Fyrir rúmum 10 árum liðnum, það var lítill hópur karla og kvenna sem heyrðu þessa spurningu við sig talaða þannig að við skildum það allir sunnum að við gáum ekki lengur fyrir mig. Samkom okkar starf Guðstöfum fórum þegar á Hverfisgötu 44. Við fundum það var eitthvað sem þrýst á, eitthvað sem gáði bendingar og við báðum yfir þessu og það getur allt saman talið sem við fundum, skynjunum, báðum vændum, óstum okkur, það getur allt saman talist í þessari spurningu. Meistarinn segir þig, hvar herbergið þar sem ég megi neyta páskalamsins með lærisveinum? Ég minnist þess, það vil ég segja á þessari tundu, að þegar ég var að byrja langvarandi yfir þessu, þá fékk ég 2 sýnir. Ritningin talar spámanlega sýnir og þegar var líka talsýnir. Hún talar spámanlega drauma en líka falsdrauma. Ég sá í annarskipti sem ég var í bæn fyrir þessu, það var fyrst ómöðulegt á góð, en við gengum inn til auglýst Guðs með þetta. Það var eitt skipti þegar ég var að byrja, þá sá ég eld, bjartan eld, spinna sem upp frá einum stað hér í Reykjavík og mér undraði það hvað þetta hafði að þýða. Vatnum ekkert villað í það sinnið, en ég eldur á allir bjartur, engin reykur frá honum, hann spann sig bara upp og nálgast himinn frá vissum stað á jörðinni. Það liður langur tími og þá er ég enn á bæn fyrir hinu sama, þá sé ég aðra sýn á sama stað. Þá er það ekki eldur sem spinnur sig upp, heldur regnskúr sem fellur eins og þétt regn, best og mest getur verið á vardegi í góðundum á grænan jörðina sem féll niður á. Nú var þetta í annað skipti, sitt mig fór í móti sem ég fékk þessar sýnir, en ég sá það báðar mjög greinilega og merkti við hvað þetta í Reykjavík. Út frá þessum forsendum fórum við af stað til bróður Eiríksson sem nú er heima hjá Grótni og var samstarfsmaður minn hér og ég hans á því tímabili í Sálnum til Foringfögga og við skildum það svo við skildum sækja lóð á þessum stað og það gerðum við. Þetta kom fyrir bæjarstjórnina, hún hafnaði ósk okkar. Ég var undrandi ef þetta væri falsk sýnir Foringfögga hjá maður allt hjarta sitt, allt í einni viljavitun Drottinn, leiðbýndi mér Drottinn, hjálpaði mér, þá skiljuðu það ekki vinir mínir að sá sér leiktur á. Svo þetta er best í tal seinna við Þór Sandholt sem þá var af einhverju leitinni sem réði skipulagningu fyrir bæjarstjórnarinn og hann. Ég sagði við hann einn dag á skrifstofu hjá honum, við höfum sótt lóð á þessum stað við Hamrarengi okkur líka, en þeir hafa reyndar neitt á okkur. Og svo sagði ég þessu orð hans að hugsaðu, en hvernig sem það er, og þó við séum búin að neita sinn eigin undirskrift, þá trúi ég því allt fyrir það að þessi lóð sé okkur aftur. Þá segir hann, og þar kemur hann sem hýra fram í byggingu Salómons guðsmiðs. Hann hjálpaði Salómon til að byggja það vitum við Írisjón og að þessu leitunni kom þessi maður sem þekkti okkur státt ekki neitt, Þór Sandholt okkar til hjálpur hans að vita Hann sagði nú öðvöldvísi, þá skrætti bara sætinn lóðuna undir eins aftur. Orðið kom til mín eins og frá Guði senn.
Ég gekk heim, settist niður og skrifaði til bæjarstjórnarinnar og óskaði að þæsir fæstur áttur fá svo lóð. Fréttaði seinna að borgarsjóðin Taborgun og Tórusen hefði beitt sér fyrir því á fundinum að við fengjum þessa lóð og hann vann málið til okkar hönd, hringdi til mér 15 loknum persónulega. Við höfum engan kunnulega haft saman og sagði að við okkur væri veitt lóðin á þessum stað og spjóðum hvað það ganga. Þannig reyndist þetta sem opinberum Guðs. Hér húsið reist, hér hefur það verið byggt og eins og ég sagði líka áðan. Hver einasta sýn sem að Guði eða draumur sem að Guð gefinn Guðs mann eða Guðs fólki gegnum allar aldir. Þetta reynd, það gengur gegnum deiluna, gegnum eldinn eins og allt Guðs verk. Og ég þakka Guði fyrir þetta að reyna það, býr eftir þessu, en hér hafði Guð séð fyrir þessu og hér sönnunin í dag að þetta var þá lifandi Guði til okkar sem báðum hann. Örlítið atvik. Við vorum enda hérna við lóðina og leggja seinustu handtökin á það einn morguninn. Það var einn þessi morgun sem var ekki regn, bjart veður, sólskin. Þá verðum við litið alveg á þennan blett sem ég harði á sýninni. Hvað er því sjáið? Ég sé reyk, komum úr grænum græsmísi sem sáum fyrir meir en 10 árum og spinnir svo upp. Ég heyri ég segi reykinn ekki að hér sá við fyrir sinni eld án reyks, nú sá við reyk án eld. Ég sagði það við herrinis, Guðjóðsöfnum sem hérna frattan mig, sjáðu þessu glöfsía og bendi þangað. Ég sagði hann fyrst en svo glöfst hann sig á því að hann sá við reyk. Einhver hefur kastað eldskutin þarna eða sígarettustumpin, það veit ekki hvort var, en ég geng þangað íhuga þetta. Wow, hjartan mitt var gagn tekið. Gláum okkur Guðsmís góða frelsara á þennan einfalda hátt, mannlega hátt. Já, þennan í gegnum þetta sem getur allsstaðar hendur Reykjavík og hendur allsstaðar til Reykjavík. Einhver hafði gengið hann varpa frá sig eldskundur og hann hafði kveikt í grafnum stund til þess að minna lítinn mann sem óendanlega glær í dag, sem fyrir 10 árum átti sitt stríð, erfiðleika, þrengingu, bænastríð dag eftir dag og koma næturina. Drottinn sýndi mér lóðina sem ætla fyrir okkar hús. Við viljum ekki byggja hús annað en það sem þú bendir á. Fyrir 10 árum bent hann á það með 200 sönnur sem hefur ræst í dag og svo til að gefa það síðasta handbragð á lóðina henni kring. Aðrir gera skipta til þessu. Þá gera hann svona einfalt. Sjáðu áfundur. Þetta stígur reykur á sama staðnum og sama græna grasinu sem ennir kringt hérna og það er takt til því. Húsið reist á Guðs lóðsmann gaf og blessast þess heilaga nafn að fyrir. En nú segi ég, huglið þetta, húsið ekkert aðalatriði. Fyrst aðalatriði og drottinn Jesús hann bað og spurði herbergið, vegna herbergisins ekki vegna húsið. Hann spurði hann hefur spurði hann spyr í dag. Hann spyr alla framtíð svo lengi sem Guðsríki var flutt á jörðu hér. Hann spyr húsið vegna vatnið sitt. Hann spyr húsið vegna þess að það á eitthvað að vera inn í húsinu, eitthvað að vera fram í húsinu. Og hér þegar frelsarinn á síðustu stund sinni hér á jörðu spyr þetta á daginn myndi koma húsinu. Enda því sé að lýsa hann á dásamlega eins og hér segir. Og hann mun sína yfir vassa mikinn búinn hægindum gjörið það kvirknuna. Kvirknir við. Það með drottningu sem ég segir þetta. Þessir það búinn hægindum. Það finnst mér ekki að vera. Þeir litt auðvitað með þetta sem Guð hefur gefið okkur til við sitt í sætunum hérna. Þá hann nákvæmlega eins og hérna drottinn spurði herbergin.
Meistarinn segir við þig, þar herbergið þar sem megi vera. Það engin meining í því að halda Drottinn vilji að við eigum að kunna besta okkur sem Guðs fólk og sann kristnir menn einhverju ákaflega lifandi húsakynnu. Fyrir nokkrum árum síðan talið góðan og sterkan forstöðumann Pétursson var í Svíþjóð og hann var að sýna með salinn með tilliti til þess sem ég var þegar í huga. Og ég segi við hann svona að klöppna þegar það var að sýna með sára kynning var ekki nokkuð dýst, var ekki nokkuð miklu fórnar í þessu efni til þess að fá sambúð saman. Þá stanst hann í spori og segir gerandi svona: Bróðir Ásmundur, við lifum þá tíma hérna að það þýðir ekki fyrir okkur sem kristið fólk að bjóða heiminn sem tekið og uppfyllir öllu öðru heldur hann bjóða samsvarandi við þessum heiminn býður sínum ábyrgð. Ég sagði ekkert en aldrei datt mér það í hug að við myndum fá ekki síður blessaðan, fallegan og góðan sal eins og þessi maður hafði býður látið að sjá rísa hafa grunni. En ég kem aftur að þessu dásamlega til hversu ófjart frelsarinn herbergið. Takk eftir, ég segja það eitthvað. Og hafi nokkru sinni og í forðið að söngum, þá hefði ég viljað fara að þessum dyrum og ef ég hefði mátt koma inn, hlusta á það sem hann talaði þessar kvöldin sem hann hafði fengið herbergið sem hann baður. Textinn nefnilega gefinn í þessum orðum sem hann lagði út frá með lærisveina sína allra síðasta kvöld hans hér á jörðu. Það liggur textinn í þessum orðum: Meistarinn segir við þig, hvar herbergið? Þar sem ég megi neita páskar landsins með lærisveinum mínum ári líf. Altså, textinn páskalandsins. Verður þetta hús ekki hús sem leggst að þess einar texta fyrst og fremst. Páskalandið, Guðs landið sem hefur dáð fyrir allan heiminn. Allt mannkyn á öllum löndum verður ekki efnið það í þessum sal frá þessum ræðustól. Þá var ég ekki byrjað í langlífi, en með tilliti til þess að ég trúi því okkur farnist þá trúnaður til Drottins okkar sem hefur þessu mikla hluti fyrir okkur og trúleika við Guðs orð. Þá trúi ég því að ég megi byggja þessu húsi langlífi vegna þess að hér verður kjarninn í boðskapnum. Guðs landi sem var synd heimsins. Guðs landi sem var synd heimsins. Það er kjarninn. Það er kjarninn. Og það er þetta undarlegt að Drottinn Jesús, hann valdi þennan texta síðast ævikvöldsins á jörðu. Og við veitum í athygli hvað hann gerir þegar hann kemur og hefur sigrað myrkrana vald í eyðimörkinni. Hvert leitar frelsarinn þá? Hann leitar þangað þar sem Jóhannes skýrari að predika Guðs landi. Hvað segir þetta okkur? Það segir okkur að Guð himinsins sem gaf okkur Guðs landið, sonur sem kom í heiminn sem Guðs landið. Það er eins og yndislegur þjónurður og yndislegur söngur í augum hans þegar þjónarnir og Guðs fólki syngur og talar Guðs landið. Þess vegna komið til Jóhannesar, þar er Jórdan og veit í athygli, beint í þessu sambandi þá segir svo: daginn eftir var frelsarinn aftur á komið. Viltu lýsa fyrir daginn eftir sem heiðrar Guðs landið, þar sem við lykt í Jesú Kristi. Daginn eftir er Jesús aftur. Þetta er svo ljúft og dásamlegt fyrir Drottinn okkar að heyra að sá heimur, það fólk sem hefur fengið það afskrifað frá lifandi Guði, sjálfan Guðs hér í tíma. Hann heitir okkur með það að við þorum að tala það, að við viljum syngja það. Þann dag sem þetta hljómar sterkast hjá okkur. Guðdómur verður fræða okkur daginn. Syndin verður víkja. Þetta er dásamlega.
Ég trúi því að þið öll sem eru kristin hafi tekið eftir því sem Guðspjöldin segja frá. Það kemur aðeins einu sinni fyrir í öllum Guðspjöldunum. Fyrst að því segir við þekkjum hvernig Guðspjöldin segja frá því hvernig Drottinn, frelsarinn og uppörðarinn lyfti trúlærisveinana á allan hugsanlegan máta þegar kom til freisting og erfiðleika. En það gerðist. Við finnum einu sinni að koma fyrir Guðspjöldunum. Hann gengur fram fyrir að segja, bíðum að yfirgefskap alla. Vilja ekki fara fram úr þeirra. Og hver ástæðan fyrir að gerist aðeins einu sinni þetta undur, hann sem elskar út fyrir öll taka. Svo sem huggar og uppörfa sína lærisveina. Hann skulle snúa sér við einar kringumstæðin lærisveina sína. Vilja ekki fara líka? Líka hvað segja, þá það margir farnir frá honum. Og hringdu hjartans. Þetta segir Jóhannes 6 með þessum orðum og ástæðan að svona kemur fyrir yfir þessi orð frelsarans. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt til eilífs líf og ég mun vekja hann á efsta degi. Og ég mun upplýsa hann á efsta degi. Því að hold mitt er senn fæða og blóð mitt er senn drykkur. Svo segir margir af lærisveinum hans sem hlýta á sögðu þá. Hörður þessi ræða hver getur hlýtt á hana. Og svo yfir góðir hann. Þá snýr frelsarinn sig að lærisveinum sínum og segir, viljið fara líka. Sjáðu leyndardóminn. Hann þessi, viljið þið lærisveinar mínir. Ekki taka þetta sem aðalefnið í boðskap ykkar út heiminn að ég vil dáinn fyrir mannkinn. Sá sem neytir mín hefur eilíft líf í að éta eins og segir og sá sem ekki gerir það hefur við gagnstæða. Þetta var búið að fara og það segir öllum löndum, öllum lærisveinum og öllum löndum sama sömu útlegginguna. Verið þetta brennigjöfin í öllum boðskap. Guð gaf okkur Guðs landið. Til fyrirgefningar og hreinsuna. Til alls möguleika gagnvart eilífðinni. Það var betra í yfirgefninni. Og strax. Ef þú hefur aðútleggingu á þessu orð en ég, segir hún að það voru með heila. Sæluðu Drottinn Jesús Kristus í 12. kafla Jóhannes Guðspjalls þessi orð. Degi sem hveiti kornið er einsamast en degi það verða mikil ára. Væri nokkuð góð ef mann sem almenningur kornrækt á landi sagði við börnin sín, nemur étir og neytir hveitikornana sem sprett á akri mínum þeir líka með það. Nei, það var engin góð. Hver afhverjum veit að í hverju einasta hveitikorn sem Drottinn hefur sem dæmi á hans líf sem komið að þér deyja. Hann hefur tvent í hverju einasta hveitikorni. Hann hefur vökvann eða safan í korninu og líka til harða skeran í korninu. Safinn getur svarað Drottins Jesú í líka með hann og hinn harða kornið hann. Þetta sagði hann að hvoru tveggja þyrftum að tileinka okkur, taka inn til okkar og þegar við gjörðum það. Sæli mann deyja fyrir okkur, þá hefðum við eilíft líf en annars ekki. Drottinn hjálpi okkur að skilja þetta svona vill hann tala. Þegar María fékk heimsókn engilsins og engilinn sagði við hana þetta undra merkilegu orð sem hljóðar svona í 1. kaflanum í Lúkasar Guðspjalli. Þá segir engillinn við hana og engillinn svarar sagði við hana, heilagur andi minn koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskipta þig fyrir því við það sem fæðist verða kallað heilagsonur Guðs. Og sjá, Elísabet frændkona þín í elli sinni hún einnig orðið þungaða syni og þetta hinn 6. mánuður hennar, hún sem kölluð óbyrja. Því að ekkert orð frá Guðinn minn verða ómáttur. En svo segir það María,
sagði. En María sagði, sjá, ég andlát Drottins verði mér eftir orðum þínu. Veitir góður. Hvað gerir þarna? Leið og María trúir hinu ómögulega fyrir orð Guðs, borið fram eiginum, þá gerir undrið, kviknar líf innan með henni. Hælir þetta og fagnar henni leið og við trúum orðinu að Guðs lambið okkur gefið og svo sem tekur það sem frelsis atriði fyrir sorghjálp sína til eilífs lífs. Hvað gerist? Sama hjá Maríu, hún trúði hinu ómögulega, einfalda tók og það gerðist lík og minna með henni sem var átti áður á neistmannskvöldum og svo gerist þetta líka í hjarta mín og þínu þegar hún tekur trú á þetta ómögulega að blóði Jesú reis á allri sinn völdins eilíft líf, en kviknar líf, eilíft líf. Og Guðs andi kemur vitnisspurði Guðs orð og kviknar með þínum anda við erum Guðs orð. Þetta sama grein sem ég sagði. Það sést á heilaga ritningu að stórkostlegt hefur gert heima á himnum, heima í eilífðinni. Og en frelsarinn kom til þessari jarðar áður við vorum fædd. Við höfum þakkum það fyrst, en við þetta stundum í hug. Ég er kannski á gangi í Austurstræti. Múrinn kemur á móti mér og múrinn kemur aftan að mér og fer framhjá á báða vegu. Ég vil veitt í athygli sem ég segi núna, þú heyrir setningu sögð af óþekktum manni. Þegar setningin sögð, grennist hún í hjarta þinn. Hvers vegna? Vegna þess að setningin var athyglisverð. Það skildi ekki við þig. Og en það næst sem þú finnur fyrir, og ég vildi ég hefði sagt heilt og vita hvað undan var gengið. Í spurningu eða tali á en þessi setning kom fram í samtali þessar tveggja manna sem gengið hjá mér. Eða tunguminnir okkar mætti þess að heila áframhaldi. Það er svona setning eins sem ég ætla að fletta upp úr litninginni sem varpar ljósið við mína hugsun. Við finnum hann í Hebreabréfinu með þessum orðum 10. kaflanum, það sem segir eins og úr samtalið sem fólk fram heima á himnum áður fyrri. Það segir svona, konurinn talar, í samtalið, okkur gerir setningi, tíminn rennur fram, þú settur inn í tímanna ráð þessum setningin skildi í heimi þessum. En þú sjálf líka upphafinu og harfa líka því sem við eftir það skilur. Það segir svona, horn og gáfu hefur við ekki viljað, en líka með hefur búið mér. Brennifórnar og syndafórnir gerjust þér ekki. Þá sagði ég, sjá, ég er kominn. Hver? Jesús Guðsson. Sjá, ég er kominn í ókroppinu miðlunni. Til sem gjöra vilja þinn Guð. Þeim það höfum við þetta. Þetta er setningin sem hefur bætt okkur öllu. Áttum við spurningin, hvað gerðist á því heiminn? Hvað gerist eftir að spurningum hvað það gerðan heim aftur? Það er djúp vísdóm, allt saman. En við þurfum ekki að skilja þetta allt saman. Við vitum hann sem aldrei laug. Hann kom í þennan heim þess að deyja sem Guðs lambið fyrir syndir allra manna og mína persónulegu synd. Og ég er persónulegur frelsaður með öllum hinum sem frelsaður eru fyrir lifandi trú á Guðs lambið. Mér er sagt að þeir sem getur vita að mennum hafa gengið harla erfiðlega að skilja frumeinda fræðina, eða frumeinda vísindi. Og svo alveg hnykkti mér við sem ég sá ekkert fyrir 19 löngu síðan að á bakvið þann heim, frumeinda heiminn, sé að opnast fyrir vísindunum í dag annar heiminn sem heitir öreinda heiminn. Þá lét ég bókin aftur og var undandi. Í frumeinda heiminn eru hlutinni svo smáður ekkert mannlegt auga sérna. Það er best sem stækkunar gleðs að reyna þarna hlutur og þetta hlutur. En á bakvið þennan heim, segja vísindin í dag, er annar heimur sem ennþá stórkostlegri, öreinda heimur.
barn fætt í jökli. Hvað þá? Hann væri maður dáinn á krossi. Hvað það? Hinn sýnilegi heimur og Guð heimur byggður upp af smábarnum sem ekkert mannlega hefur séð. Og það óbyrði undrunar út frá því, niður á því. Þá segi ég, Guð almáttugur bak við allt saman. Þá segi ég þakka fyrir barnið í jötunni. Þakka fyrir hann fæla manninn á krossinu. Þar lagði Guð niður hjálpar einhvers einasta manns allra byggðar heimsins til þess að við sem vitum að við erum umkringd af heim og hlutum sem rakum upp Guður fólkum litla. Skyldur við Guð fylgja hinn andlæga heim og frá þessu litla sem möndum tekst og þá ekki skjáðsist að sá minn trúur og sæl. Þess vegna þakka ég Guði fyrir Golgata. Þar veit ég að Drottinn minn og frelstari hann dó fyrir mig. Þar veit ég að hann var slæður til þess að ég mætti heilverða. Þar var hann fordæmdur til þess að ég var forlíkur. Með öðrum orðum, hann tekur og býður herbergið seinasta kvöld síðasta dags tíns hér á jörðu til að leggja út sýningu Guðs lands fyrir sínum lærisveinum. Þetta vill hann gera ætíð ofan í og við skulum halda okkur við þetta efni. Drottinn hjálp okkur til þess að vextana hans nafn. Hann sagði sjálfur þegar þjónustu hans fótum hæðist við 12 stundir í deginum. Hann sá endur sinna lærisveina á jörðu, varaði sig, tók í gaf allar hluti þar útandi sem frelstari mannanna. Það líka 12 stundir í deginum fyrir mig og fyrir þig. Við skulum glögg okkur á því að frelstarinn þurfti herbergi, svo þarf sáminn líka herbergi. Og hann afrekar okkur það þegar Davíð kom fram torfum sem textinn hljóðaði annars með reisa Drottni hús. Það var Natan sendurinn leið til Davíðs við boðin á móti húsum en ásetning að reisa hús ég ætla að reisa hér hús sem aldrei inn á grunngangum aldrei. Ég það hús afkvæmstu sig Guðbjörnum 5. kafla. Þegar hann talar endi síns lífs en hann þá ekki húsi á Guði þegar hann horfir fram á hverleika líkamlega síns. Ég vil horfa fram á bjarta framtíð. Þegar mitt líkamlega hús hrynur og fellur þá vil ég eiga hús heimi hjá Drottni og það á ég í Jesú Kristi. Og ætti Drottinn gefa okkur öllum sem hann á til að trú föst og trú í þessu orði Guðs. Guð send okkur sinn skóm sem Guðs lambið best til alls heimsins. Með þessum orðum ég þennan sagt. Og hérna eins og ég sagt, hér mætti sá texti koma og í fram Guðsland, þýðing og gildi þess, hjálpaðisverð, viðurinn og trú og að mannsárin snúi sig til lifandi Guðssonar sínu heim. Viljið gera okkur eins og sagði við það. Og ánþjóðandi heim sem gefur okkur eigin líf í sjálfum þér. Þú ert lífið þið eilífa, enginn kemur til föðurins nema fyrir þig. Og þakkar fyrir henni einfalda sannleika Drottinn minn. Nú bið ég þig, Herra, að þú sem spurðir okkur fyrir 10 ár. Hvar herbergið? Þú meginn neyð og páskalandsins með lærisveinum þínum. Þið heyrðuð þetta og þakkar fyrir og löstu eigum okkar. Þakkar fyrir bendur okkur þessar lóð og gafst okkur þessar lóð. Þakkar fyrir öll árið sem vorum að byggja þetta og þakkar fyrir töfuna líka fyrir það sama. Fengum að skynja og hafa ásókn eftir tímingu líka. Fengum betri tækni, betri hluti og betra allt í þetta hús sem þér skal helga, þér skal hvíta Drottinn minn. Við tagum alla saman.
Í dag stöndum við þakklátt fram fyrir þér og þú sem spurði, hvar herbergið? Við svörum því í dag, háir og smáir. Lærisveinar þínir, menn þínir, drottinn minn. Hér herbergið sem við spurðum. Gakk inn í það, elskar það við nærmri þinni. Legum þinn að blessaða boðskapinn þinn sem innbóna, Guðslandi, var synd alls heilsa. Og drottin heyrði bænina, og ég segi aftur, ég byrði langu lífi fyrir frið. Ég vil þetta starf sem hér verður framkvæmt nema því aðeins, að þú verðir miðfundurinn, drottinn og frelsarinn, nema þú heldur og húsherða, við nærmri þínir orðið, voðin orðsins, og herða, hér húsið, hér herbergið gakk inn í faðmi þinni, blessunni og blessaðu alla sem öfgur frá þessum degi til þess að vera með okkur í þessari samvinnu, gleði og fagna okkar í dag. Blessaðu alla þína kristni í Reykjavík á landi þessu sem allan eigin. Blessaðu heimsbyggðin með boðskapinn sem valdir sjálfur, áðan og yfir